Veslings herra Skjálfti var hræddur við allt og alla. Við minnstu smámunni fór hann að titra og nötra og hristast og skjálfa eins og hvelja. Því furðar engan á því að herra Skjálfti skuli búa eins langt frá öðrum og hægt í miðjum skógi í órafjarlægð frá öllum. Þessi saga byrjar morgun eitt þegar herra Skjálfti var sofandi. Þetta var fagran haustmorgun, sólin skein. Lauf trjánna voru orðin fagur rauð og trén bærðust tíðlega í vindblænum. Eitt einstakt lauf féll mjúklega ofan úr tré sem stóð rétt fyrir utan húsið hans herra Skjálfta. Það straukst hljóðlega við svefnherbergisgluggann þegar það féll. Herra Skjálfti hrökk upp með andfælum. Hvað er þetta? Hvaða hræðilegur hljóð er þetta? Hjálpið mér, húsið er að hrynja. Þetta er herra Skjálfti, það er komin heimsendir. Og hann faldi sig undir sæng, nötrandi af hræðslu. Eftir klukkutíma, þegar honum var orðið ljóst að húsið væri ekki að hrynja og þetta væri ekki jarðskjálfti, né komin heimsendir, þá gægðist herra Skjálfti fram undan sænginni. Úff, sagði hann, Guði sé lof. Og hann fór á fætur og niður í eldhús til að fá sér morgunmat. Eftir morgunmatinn fannst herra Skjálfta rétt að fara í gönguferð. Hann var á göngu gegnum skóginn sem umlukti húsið hans þegar ánamaðkur stakk hausnum upp úr moldinni. Góðan dag, sagði ánamaðkurinn hressilega við herra Skjálfta og herra Skjálfti hrökk í kút. Hvað er þetta? En ef hann sá ánamaðkinn, hann ekki að hjálpa mér, þetta er snákur, mann, þetta er snákur, hann geta mig lifandi. Og hann stökk upp í tré. Hvílíkt afrek, sagði ánamaðkurinn og skreið aftur ofan í hólu sína. Eftir klukkutíma var herra Skjálfti búinn að setja í sig nægan kjark til þess að klöngrast ofan úr trénu og halda áfram göngu sinni. Loks kom hann út úr skóginum og út á tún. Það var enginn á túninu, eða var það nú svo. Í háu grasinu á miðju túninu lá flækingur nokkur hulinn augum herra Skjálfta og naut svefnsins í haustsólskininu. Herra Skjálfti fetaði sig varfærnislegi gegnum grasið, flækingurinn steinsvaf og hraut. Hvað var þetta? Skrækti herra Skjálfti. Það var ljón, ég heyrði það urra. Guð minn góður, Guð hjálpi mig, ljón, heljarstórt ljón, heljamikið ljón með gríðastóra tennur, heljaljón með gríðastóra hvassa tennur sem bíta mig í tvennt, heljamikið grimda ljón með gríðastóra hvassa tennur sem bíta mig í tvennt ef ekki bara í þrennt. Það leiði yfir hann. Öll þessi læti vöktu flækingin sem geispaði, teygði úr sér og settist upp og sá herra Skjálfta liggjandi þarna hjá sér. Hvaða vandræði, sagði hann. Óðgjart flækingur, hvaða ansans vandræði. Og hann tók herra Skjálfta upp og setta hann gætilega í lófa sér. Herra Skjálfti vaknaði, settist upp og nér á sér augun. Svo leit hann framan í flækingin sem horfði á hann. Æ, hvílík skelfing, hvílík ógn. Þetta er risið, þetta er skrímsli, hjálpi mér að hafa mig til morgunverðar. Já, hérna, sagði flækingurinn þýðlega. Þú veit svei mér, hvimpinn kallangi eða er ekki svo? Hvað heitir þau? Herra Skjálfti, stamaði herra Skjálfti út úr sér. Ég var líka svona hvimpinn eins og þú, sagði flækingurinn. Ég vandi mig af því, á ég að segja það leyndamálið? Herra Skjálfti titraði og skalf og sagði Já, viltu gera það? Það er mjög einfalt, hélt flækingurinn áfram. Þú þarf bara að telja upp á 10 og þá kemst að því að það sem hrætti þig er ekkert svo hræðilegt til kemur. Síðan sett hann herra Skjálfta gætilega niður í grasið. Mundu, sagði hann við herra Skjálfta, að telja upp á 10 og svo hélt hann burt. Herra Skjálfta fannst þjóðráð að snúa strax heim á leið. Hann gekk til baka yfir túnið. Og hann gekk til baka gegnum skóginn. Hann var á leið gegnum skóginn þegar hann steig á lítið trjásprekk. Smell! Heyrðist í sprekinu. Herra Skjálfti stökk tvöfalda hæð sína á skelfingu. Hvað er þetta? Hvaða ræðilegi smellur var þetta? Það er tré velt koll og ætlar að merja mig í klessu.
Það krókódíll falinn í kjarrinu og lætur skellitannunum og hvílík skelfing. Það er... En þá þagnaði hann. Hann dró djúpt að sér andan. Bitte eftir fyrir þess að sjá það í tíum, sagði hann, og þá sá hann að það sem hafði smollið í var trjágrein, gamalt astmasprek. Uff, sagði hann. Herra Skjálfti var næstum kominn heim að húsi þegar lauf sveif mjúklega ofan úr tré á kollinn á honum. Hjálp, lögregla, morð, æpti hann. Það var að ræna mér, þetta eru bóar með byssu, þeir ætla. En þá þagnaði hann. Hann dró djúpt að sér andan. Þetta er fyrir þess að 1790. Og þá sá hann að það sem hafði dottið á hann var bara laufblað. Ekkert nema laufblað. Asnalegt rautt laufblað. Það gagnar, sagði hann uppátt, furðu lostinn. Og vitiði nokkuð. Þetta kom að gagni. Hann hætti að titra og skjálfa og nötra og hristast af hræðslu. Reyndar er hann orðinn allfastur fyrir. Hann er hættur að skjálfa og felur sig aldrei undir sæng. Það minnst hvort ekki ýkja oft.